Við erum hérna með Ingvar Ú, nýgreiddan Íslandsmeistara í eldri flokki. Til hamingju. Takk fyrir. Hefurðu unnið þetta áður? Ég veit ekki alveg, ég held ég hafi ekki keppt í þessu áður. Já. En mér minnir það ekki alveg. Ok, þannig að frábært, til hamingju með það. Takk. Nú byrjaði þetta svona, mótið byrjaði brösulega. Þú tapar í annar umferð og jafntefli í þriðju, varstu. Misstirðu kannski móðinn eða? Nei, ég misti ekki móðinn. Nei? Ég ákvað að gefast ekki. Já. Þú vannst rest eftir það. Já. Og kannski mikilvægt skaka á móti Benedikt í fjórðuumferð. Segðu okkur kannski aðeins frá henni. Ég var komið verri stöðu, en ég beið bara þolinmóður og hann svona overpushaði. Já, þetta var drottningarendtafl og jafnt á liði. Jafnt á liði. Og kannski þið þurftu eiginlega báðir, þið voru báðir búin að tapa skák, þannig þið þurftu eiginlega báðir að vinna, þannig að þið hefur kannski samið þetta hefði verið svona Þetta hefði verið aðeins svona öðruvísi, en þú svona hafði betri þeirri baráttu. Þegar ég var með atriðið fyrst. Já, mikið tímarhag, mikið stress, þannig að það var svona kannski mikilvægt. Já. En þú kannski hefur fengið svona boost eftir það. Já, ég held það. Og svo líka skákinn á móti Adam. Já, svo var önnur mikilvægt skák, það var á móti Adam sem að Það var líka einhvern veginn að klóra mig. Já, það var sem skipta mér undir og Já. En barðist alveg svakalega vel. Já, takk. Það varst með gott þrýpið þarna og bara vannst inn í skákina og svo fannst þér bara betra og vannst og kannski fannst þér áttaði kannski á því þá að þetta lítið vel út hjá þér eða hvað? Já, ég fann það þegar ég kom með DP og biskupinn náttúrulega miklu betri en Hrókur í þessari stöðu. Já, og líka að Gunnar Eirík átt eftir að tefla Benedikt með svörtu Já, Gunnar Eirík. Hann leit þetta ansi vel út. Og það fór líka þannig að þú kláraði þitt og Benedikt enda á því að leggja Gunnar Eirík, þannig að þú vannst þetta mót með 7,9, glæsilega gert. Takk fyrir. Hvernig fannst þér aðstæðan hérna? Er ekki gaman að tefla hérna í Kópavogi bara? Jú, þetta er mjög flott útsýni og... Já, og fínt að geta svona farið út í góðu verið. Já. En herru, já, bara innlega til hamingju. Takk fyrir. Og þú heldur vonandi áfram að bæta þig. Flottur. Já, takk. Takk fyrir.